Nú ætlum við aðeins að skoða talnakerfi með grunntöluna 10. En í grunninn þá er það bara talnakerfi sem við notum dagsdaglega. Talnakerfi virka í grunninn þannig að við byrjum með einhverja einingu og í talnakerfi með grunntöluna 10 þá erum við með 10 tölustafi. Það er að segja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Ekki 10 nefnilega, 0 kemur í staðinn fyrir 10. Við getum notað þessa tölustafi í ákveðin sæti og fyrsta sæti sem við skoðum er grunntalan 10 í 0. veldi. Og það er í raun og veru bara talan eins og hún kemur fyrir. Síðan í næsta sæti við hliðina þá setjum við grunntöluna 10 í 1. veldi, 10 í 2. veldi, 10 í 3. veldi og svo 10 í 4. veldi. 10 í 0. veldi er bara 1. Þannig ef ég set töluna 8 hérna, þá er þetta 8 sinnum 1. Þetta er bara 1. Og það gefur mér niðurstöðuna 8. Ef ég set töluna 3 hér, 10 í 1. veldi er 10. 10 sinnum 3 eru 30. Og ég set 4 hér, 10 í 2. veldi er 100. 4 sinnum 10 eru 400. 3 í 3. veldi er 1000 og 2 sinnum það er þá 2000. Og ef ég er með 1 hérna, þetta er 10.000. 1 sinnum 10.000 eru 10.000. Og ef ég legg þetta allt síðan saman, þá fæ ég 12.000 réttara sagt, 438. Af því að við erum vön að nota þetta tiltekna talnakerfi, þá erum við rosalega fljót að sjá og við getum myndað hvaða tölu sem er. En í grunninn getum við notað hvaða grunntölu sem er. Það sem er svo auðvelt við þetta kerfi er að þá eru sætin alveg hrein. Þið séu að 8 kemur í þetta sæti, 3 kemur í þetta sæti, 4 í þetta sæti, 2 í þetta. Við erum ekkert að blanda þessu neitt saman. Þegar við erum með aðrar grunntölur þá verður þetta allt örlítið flóknara.